Þá það 7. liður í útsendri dagskrá, starfsáætlun stefnuræða nefnda 2016, samfélags- og mannréttindaráð. Sigurður Óli Magni Sigurðsson, varaformaður samfélags- og mannréttindaráð, gerir grein fyrir starfsáætlun ráðsins. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég stend hér í fjarveru Silju Daggar Baldursdóttur, formanns samfélags- og mannréttindaráðs, sem nýbúin að fjölga íbúum samfélags okkar Akureyrar um 1 og hún biður fyrir góðri kveðju. Ég því sitjandi formaður ráðsins á meðan Silja í fæðingarorlofi. Auk okkar skipa ráðið þau Dagbjört Pálsdóttir sem tók við af Eiði Pálmasyni fyrir S-lista í vetur, Vilberg Helgason V-lista, Bergþóra Þórólfsdóttir D-lista og Hlín Garðarsdóttir I-lista áheyrnarfulltrúi. Í forföllum Silju situr Inda Björk Gunnarsdóttir fyrir L-lista. Sigríður Stefánsdóttir frangkvæmdastjóri samfélags- og mannréttindadeildar. Það eru forréttindi að fá að starfa í samfélags- og mannréttindaráði með þessu góða fólki. Mikil þverpólitísk samstaða hefur ríkt meðal hópsins og sitja allir í sama bátnum og rói sömu átt. Í þá átt að gera samfélag okkar enn betur en það er nú þegar. Verkefni ráðsins eru fjölbreytt og snerta ýmsa fleti bæjarkerfisins. Ráðið hefur meðal annars umsjón með málefni íbúa, jafnréttismálum, forvarnarmálum og félags- og tómstundastarfi allra íbúa bæjarins, ungra sem aldraða. Sigríður framkvæmdastýra samfélags- og mannréttindadeildar hefur það hlutverk ásamt því að stýra ört stækkandi deild með fjölmörgum starfsmönnum að vera jafnréttisráðgjafi bæjarins og alþjóðastofa fellur einnig undir hatt samfélags- og mannréttindaráðs. Það eru nánast 9 mánuðir upp á dag frá því að Silja Dögg flutti hér stefnuræða ráðsins. Þá var vinnudagur ráðsins af staðinn þar sem unnið var hörðum höndum að stefnumörkum fyrir þau 3 ár sem eftir og framundan voru hjá ráðinu á þessu kjörtímabili. Fundurinn var, eins og Silja sagði frá hér í sumar, gríðarlega góður og margar hugmyndir sem kviknuðu og mörg verkefni sem ákveðið var að ráðast í eða kanna möguleikann á að framkvæma. Ég ætla ekki að eyða mörgum í orðum í að fjalla starfsemi ráðsins eða deildarinnar í heild sinni, heldur einbeita mig frekar að því sem hefur drifið á daga ráðsins frá 16. júní síðastliðnum. Eins og áður sagði, átti ráðið gríðarlega góðan vinnudag í maí síðastliðnum og hafði nýtt fyrsta árið í að kynna sér starfsemi deildarinnar vel. Mikið hafði verið gesti á fundum og höfðu við einnig heimsótt félagsmiðstöðvar eldri borgara sem á punktinn og kynnt okkur starfsemi Rósenborgar vel. Mikill hugur var í fólki og komu allir ferskir aftur til starfa eftir sumarleyfi. Sem ungur maður að stíga sem fyrstur skref í pólitík voru það ákveðin vonbrigði og vonleysi þegar við þurftum að leggja niður góðar hugmyndir á ís og taka ákveðna stefnubreitingu með tilkomu aðhaldsaðgerða og aðgerðarhóps rekstur og hagræðingu hjá Akureyrarbæ. Rómantísk sýn unga mannsins og pólitík hvarf eins og dögg fyrir sólu en raunsæði og veruleikinn minnti á sig. Hins vegar þarf hugrekki og hetjudáð til að vinna þá vinnu sem bærinn er í og geri ég með fulla grein fyrir mikilvægi verkefnisins og þetta er samvinnuverkefni okkar allra. Ég og ráðið í heild sinni er tilbúið að standa sína plikt og vinna þessu verkefni af miklum eldmóð en við viljum þó fram í lengstu lög vernda þá þjónustu sem við veitum enda þjónustar deildin marga viðkvæmustu hópum samfélagsins. Við viljum til dæmis frekar horfa á í samnýtingu húsnæðis og reyna að draga úr kostnaði sem fer í rekstur húsa. Framundan eru spennandi og erfið verkefni sem þarf að takast á við og hjálpar að gera það með bros á vör. Við sáum fram á að auka við stöðugildi í forvörnum strax í janúar en við þurftum að hverfa frá því í bili vegna vinnu aðgerðarhópsins. Það er von okkar að geta framfylgt þessu verkefni að framleiða stundir enda þörfin töluverða mati þeirra sem starfa með unglingum. Það hefur verið byggt upp gríðarlega öflugt starf af mikilli fagmennsku en það er nægt svigrúm til bætinga. Í öðrum forvörnum er það helst að nú í síðustu viku stóð samfélags- og mannréttindaráð ásamt samtökum heimilis og skóla fyrir málþing í Hofi til þess að ræða viðmið skjátíma barna og unglinga. Þingið var vel sótt en ríflega 60 manns tóku þátt í ítarlegum umræðum hvort viðmið skjátíma væru nauðsynleg og hver þau viðmið ætti að vera. Rætt var viðmið eftir mismunandi aldursflokkum allt frá leikskólaaldri upp í 18 ára. Hugmyndin að þessari vinnu kviknaði þegar seglar frá samtaka gáfu út rötuðu inn á borð ráðsins. Þá var talað hversu sniðugt það væri að vera með segul með útivistartímanum á ískáp og geta bent börnum og úlingum á það svart á hvítu hverjar reglurnar væru. Upphaflega hugmyndin var að geta sett svipaðar reglur þó ekki algildar eins og útivistarreglur eru til þess að gefa út á seglum foreldrum til aðstoðar og börnum til viðmins eðlilega og hóflegan skjátíma. Bolti hélt áfram að rúlla og var stofnaður starfshópur málið sem Bergþóru Þórólfsdóttur var falið að stýra en ungmennaráð og samtaka komu einnig að vinna hópsins. Niðurstöður málþingsins sem var í síðustu viku verða kynntar á næstu vikum. Eins og áður sagði ég að við teldum mikilvægt að vernda þá þjónustu sem í boði en þó reka þjónustu með sem hagkvæmum og skynsömum hætti. Því tengdu sjáum við fram á að kanna gaumgæfilega þann kost að samnýta húsnæði undir félags- og tómstundastarfi í bænum betur. Reknar eru félags- og tómstundastöðvar fyrir aldraða á 2 stöðum í bænum og síðan er punkturinn á 3. staðnum. Það má vissulega velta því upp hvort ekki væru jákvæð samlegðaráhrif á því að samnýta húsnæði fyrir þessa starfsemi.
Það væri frábært að fá betri nýting á það tómstundarstarf sem í boði og að þau námskeið sem í boði eru væri betur sótt og nýtt. Í því sambandi vert að skoða þá hugmynd að koma punktinum í hendur á húsnæði en það í nú þegar. Það sem aðgengi væri bætt töluvert en aðgengi að Rósenborg ekki alveg eins og best verður á kosið, að minnsta kosti ekki fyrir þá sem eiga erfitt með gangu eða aðra hreyfingu. Aðsetur Alþjóðastofu hefur verið flutt aftur upp í Rósenborg inn á samfélags- og mannréttindadeild en Alþjóðastofa hafði haft aðsetur í Ráðhúsinu undanfarið. Alþjóðastofa gegnir veigamiklu hlutverki þrátt fyrir að vera aðeins mönnuð með 50–60% stöðugildi. Hún aðstoðar nýbúa og stendur oft í samstarfi við fjölmenningarráð fyrir ýmsum viðburðum og starfi. Það gríðarlega brýnt að Alþjóðastofa verði áfram virk í þjónustu við fólk af erlendum uppruna og liggur beinast við að benda á þjónustu við nýja íbúa Akureyrar, flóttafólki frá Sýrlandi. Ráðið, formaður þess og framkvæmdastjóri lögðu mikla vinnu í undirbúning að komi flóttafólksins og að taka þátt í áframhaldandi starfi sem þarf til að móttakan takist sem best og að þessi nýju íbúar finni hér það skjól og öryggi sem þeim nauðsynlegt. Mjög góð samvinna milli einstaka deilda bæjarins það verkefni að ógleymdu mjög veigamiklu starfi Rauða krossins, stuðningsfjölskyldna á þeirra vegum og að ótöldum fjölda einstaklinga sem voru og eru tilbúnir að láta þetta verkefni ganga sem best. Ekkert bendir enn til annars en sú von rætist. Það oft sem ég segist vera stoltur Akureyringur en sjaldan eins stoltur og því ég segi frá því hvernig tekist hefur með flóttafólki frá Sýrlandi og það að Akureyrarbær hafi haft forystu í því að taka á móti fólkinu. Nú stendur yfir samningagerð við félag eldri borgara en samningur þess við Akureyrarbær rann út nýverið og vonumst við til að nýr samningur verði klár fyrir lok apríl. Margir góðir fundir hafa verið haldnir og miðað fundum vel þessa mundir. Valdefling aldraðra okkur í ráðinu hugleikinn og það von okkar að aldraðir eflist enn frekar í eigin starfi og leik og geti að einhverju leyti séð hluta félagsstarfsins síns sjálfir. Til þess að valdefling geti átt sér stað þurfum við, pólitísku fulltrúarnir, að hlusta á raddir fólksins, bæði notanda og starfsfólks málaflokksins, þannig það geti móta starfið að eigin þörfum. Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarkaupstaðar var afgreidd í bæjarráði 9. júlí síðastliðinn og fundaði nýtt öldungaráð Akureyrarbæjar í fyrsta sinn nú í febrúar. Ráðið skipað 3 tilnefndum frá félagi eldri borgarar og 2 fulltrúum bæjarstjórnar. Það hún Dagbjört Pálsdóttir sem annar af fulltrúum bæjarstjórnar sem formaður ráðsins. Hlutverk ráðsins að vera bæjarstjórn nefndum og ráðum til ráðgjafar málefni og hagsmuni bæjarbúa 60 ára og eldri. Þetta framfaraskref en ungmennaráð Akureyrarbæjar hefur verið starfandi í töluverðan tíma og reynst vel til umsagnar og ráðgjafar málefni ungmenna. Staðan á ráðinu góð núna en stundum hefur reynst erfitt að manna ráðið. Það svo að áhugi ungmenna á pólitík minni en hjá félagi eldri borgara. Hver ástæðan fyrir áhugaleysi ungmenna önnur umræða sem ég ætla ekki út í hér í dag. Virkilega áhugavert og skemmtilegt málþing félags- og tómstundamál aldraða var haldið í Víðilundi í nóvember síðastliðnum. Þingið var gríðarlega vel sótt og fóru fram frábærar og kraftmiklar umræður framtíðarsýn notanda á starfið. Niðurstöður málþingsins verða kynntar fljótlega en Bergljót Jónasdóttir, forstöðumaður tómstundamála, hefur verið að vinna úr því sem kom fram á þinginu. Þeir sem sóttu málþingi voru mjög ánægðir með hvernig tókst til og var strax farið að ræða hvenær annað sambærilegt málþing færi fram. Þarna komu saman bæði notendur og starfsfólk ásamt pólitísku fulltrúum og ræddu málin, hvað betur mætti fara og hvað væri gott nú þegar. Það gríðarlega mikilvægt sem flestir koma að borðinu þegar eins veigamikil starfsemi og félags- og tómstundarstarf aldraðra skoðað, en oft reynast ákvarðanir góðar á pappír en slæmar í reynd. Þá var einnig málþing á vegum samtaka aldraðra á síðasta ári, enda ljóst að öldruðum mun fjölga töluvert á komandi árum og mikilvægt fyrir komandi vinnu í ráðinu og hjá bæjarfélaginu að gera sér grein fyrir þeirri sprengingu sem gæti orðið í þeim hópi sem teljast ellilífeyrisþegar. Mikil gleði braust út hjá ráðinu þegar samþykkt var í bæjarráði 25. febrúar síðastliðinn að ganga að tilboði UNICEF innleiðingu verkferla vegna barnasáttmála Sameinuðu þjóðarinnar. Undirbúningsvinna hefur verið í gangi í þó nokkuð tíma og hefur Alfa Aradóttir, forstöðumaður forvarna og æskulýðsmála, unnið gott starf við að gera jarðveginn tilbúin fyrir innleiðingu sáttmálans. Ljóst var að verkefni gæti kostað nokkrar krónur og var það því mikið fagnaðarefni að bæjarráð skuli hafa samþykkt að hefja vinnu að fullu nú í lok febrúar. Framundan mikil vinna enda sáttmálinn ítarlegur og með það að leiðarljós að setja börn í fyrsta sæti og að þeim skuli aldrei brotið. Í nóvember fór stór hluti ráðsins akandi austur til Egilsstað og sótti þar landsfund jafnréttisnefndar sveitarfélaga. Fundur var mjög fróðlegur og vakti mann til umhugsunar ýmsu málefni tengd jafnrétti og þá aðalega jafnrétti kynjanna. Mikill eldmóður einkenndi meðlimi ráðsins í bílferðinni á leiðinni heim og vorum við komin aðeins lengri í huganum en mögulegt var og Akureyri til fyrirmyndar
reyndar eins og Ísland, ef þannig á það horft í jafnréttismálum. Ég geri það ekki vana mínum að leggja öðru fólki orð í munn, en ég tel að Sigríður, framkvæmdastjóri deildarinnar og jafnréttisráðgjafi bæjarins, væri til í að geta sinnt jafnréttismálum enn betur en sökum margra og fjölbreytta verkefna það ekki alltaf hægt. Við búum þó svo vel að hafa jafnréttisstofu staðsett á Akureyri og okkur hæg heimatökin að leita þangað eftir ráðgjöf eða öðru slíku. Jafnréttisstofa hrósaði Samfélags- og mannréttindaráði Akureyrarbæjar mikið eftir landsfundinn á Egilsstöðum, en aðeins mættu 29 fulltrúar á fundinn frá 11 sveitarfélögum, þar af 4 frá Akureyri. Landsfundur jafnréttisnefndar skoraði á sveitarfélög að láta jafnréttismálin ekki líða fyrir hagræðingar og fjárhagslega þrengingar. Þá vildi fundurinn einnig skora á sveitarstjórnir að nýta verkfæri kynjaða fjárhagsáætlanagerðar og það mikill sómi að segja frá að sú vinna hafin á Akureyri. Bæjarstjórn og bæjarráð hafa ákveðið að standa við bakið á og taka þátt í að nota þessa aðferðafræði. Það einmitt nauðsynlegt að yfirstu bæjarins sé í forystu vinnubrögð og nýjungar þessu tagi. Það var einnig ánægjulegt að segja frá því að ný jafnréttisstefna fyrir Akureyrarbæ var samþykkt í bæjarstjórn 19. janúar síðastliðinn. Mikil vinna liggur að bak við stefnunni sem í senn bæði skýr og kjarnyrð. Það þurfa allir að vinna eftir stefnunni og hafa hana leiðarljós í störfum sínum fyrir bæinn. Fjöldi verkefna skilgreindur í stefnunni og ábyrgðin á margra herðum. Í stefnunni eru nokkrar nýjungar, eins og til dæmis hugmyndir þróunarleiðtoga sem fengið af fyrirmynd sveitarfélaga í Svíþjóð, en þessir þróunarleiðtogar eiga að hafa það hlutverk að vera málsvarar kynjasamþættingar. Jafnréttisstefnan byggð á lögum stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og því brýnt að stefnan verði höfð að leiðarljósi, til dæmis í þeirri vinnu sem framundan í aðgerðarhópum hagræðingar og sparnaðar í rekstri sveitarfélagsins. Skapandi sumarstörf voru á sínum stað í sumar, en það verkefni hefur gengið vel ásamt öllu því góða starfi sem unnið í Rósenborg. Ungmennahúsið heldur áfram sínu góða starfi, en það meðal annars unnið með ungmenni sem hafa dottið út úr virkni og eru án atvinnu eða ekki í skóla. Þetta mjög viðkvæmur hópur sem nauðsynlegt að hlúa að. Einnig verður ekki komist hjá því að nefna sértæka hópastarfi sem Alfa Aradóttir hefur haft forystu. Það unnið með hópa aðallega á miðstigi grunnskóla sem þurfa aðhlýningu, til dæmis vegna of mikillar tölvunotkunar eða ýmissa annarra vandamála. Þetta hefur verið samstarfsverkefni okkar, skóladeildar, fjölskyldudeildar og barnaverndar og vil ég aðeins undirstrika það sem Silja sagði hér 16. júní síðastliðinn, að þetta starf gríðarlega mikilvægt og kemur mörgum til góða. Snemmtæk íhlutun getur heldur betur sparað okkur skildingin þegar framlíða stundir. Það á við þetta starf og svo margt annað starf sem unnið í deildinni. Þetta klárlega skilgreining á forvarnarstarfi að byrgja brunnið áður en slysið verður og það starf sem starfsmenn Rósenborgar vinna mikið að. Þrátt fyrir að það kosti okkur núna ógerlegt að gera sér grein fyrir þeim sparnaði sem þetta að skila okkur inn í framtíðinni, að koma ungu fólki á beinu brautirnar eða gera þau að virkum þegnum í samfélaginu. Þegar rýnt í meirihluta samkomulag bæjarins eru 5 atriði sem heyra undir mannréttindi og samfélagsmál. Af þeim 5 atriðum má segja að við höfum náð markmið okkar á stórum hluta af 3 þeirra. Við höfum náð að virkja ungmennaráð betur og öldungaráð full frískt og starfandi. Við höfum sett jafnrétti í forgrunn með nýrri jafnréttisstefnu og kynjaðri fjárhagsáætlanagerð og þá höfum við einnig eflt samfélagslega þátttöku Akureyringa af erlendum uppruna til að mynda með móttöku flóttamanna frá Sýrlandi. Þeir 2 punktar sem út að standa eru að eyða óútskýrðum launamun og fá jafnlaunavottun, en það enn á stefnuskráni og markmið en í nýrri jafnréttisstefnu segir að tekin verði ákvörðun fyrir lok þessa kjörtímabils hvort Akureyrarbær sæki jafnlaunavottun, en töluverð vinna í gangi innan velferðarráðuneytis jafnlaunastaðalinn IST. Og það von mín og okkar að Akureyri geti gerst aðili að því. Hinn punkturinn sem stendur út af efling forvarnarstarfs. Það hefur verið gert að hluta, en það sem stendur enn til að bæta það enn með því að ráðin í 2 stöðugildi eins og ég nefndi áðan, þó að það hefur verið sett á ís vegna aðgerðarhópsins hagræðingu. Eins og áður sagði eru ærin og spennandi verkefni framundan. Ég held ég tali fyrir alla í ráðinu þegar ég segja að við séum tilbúin að takast á við þau með jákvæðin og hugrekki að leiðarljósi. Starf ráðsins á næstu misserum mun að miklu leyti snúast að velta við hverjum steini og skoða rekstur deildarinnar ofan í kjölinn. Deildin hefur stækkað ört undanfarin ár, en undir deildina heyra einnig íþróttamál þótt annað ráð sé yfir þeim málum. Það verður ekki komist hjá því að þakka starfsfólki Rósenborgar og deildarinnar það magnaða starf sem þau vinna á degi hverjum, en þau hafa tekið á sig aukin verkefni án verulegra aukningar stöðugilda. Takk fyrir það. Ég jákvæður eðlisfari og ef ég má með leyfi forseta, vitnaði Nóbelskáld okkar Íslendinga, bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumardaga. Takk. Sigurður Óli Magni Sigurðsson, formaður Samfélags- og mannréttindaráðs hefur lokið máli sínu. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, tekur næst til máls.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka sitjandi formanni, Sigurð Óla, fyrir þessa ágætu ræðu. Þetta kynnt sem stefnuræða, en ég svona túlka þetta meira sem stöðuskýrslu eins og fram kom hjá sitjandi formanni hér rétt á það. Þess vegna svona velti maður því upp hver sé þá stefna. Og það er kannski það sem að mér leikur svona forvitni á að vita. Og í upphafi ræðunar þá er aldrei talað um það að við erum unnið hér markvert og mikið starf síðastliðið vor varðandi stefnumótun og setja verkefni fram og forgangsraða. En ég sakna þess að sjá ekki hér bara í upptalningunni hvaða verkefni það voru og hvaða verkefni það eru sem eru þá komin á ís og hvaða verkefnum er ætlað að verði unnið með áfram. Þannig að ég kannski svona kalla pínlítið eftir svörum við þessari spurningu hvað er það sem að menn eru þá búnir að taka ákvörðun að gangi ekki upp í sjálfu sér. Síðan finnst mér skipta gríðarlega miklu máli að við svona fáum upplýsingar í svona yfirferð það hver staðan í forvarnarmálunum er. Við svona lítið hafi verið kannski í fréttum undanfarið og það hver staðan er, hvar stöndum við varðandi til dæmis drykkju ungmenna, reykingar og aðra slíka neyslu og önnur þau verkefni sem að snúa forvarnarmálum. Ég veit að það kom upp og var samþykkt hérna í bæjarráði viðbótar stöðugildi inn í þennan málaflokk til að takast þar á við ákveðin verkefni sem menn höfðu miklar áhyggjur af hvernig væri að þróast. Og það liggur fyrir núna, það er náttúrulega búið að stoppa ráðningu á fólki í þessar stöður allavega í bili og þá er spurningin hvar stöndum við gagnvart þessum verkefnum í dag? Hvað er verið að vinna í þessu eða hefur því verið að slegja á frest? Hvaða áhrif hefur þetta? Og ég hefði svona viljað sjá líka aðeins yfirliti við það hvers konar samstarf er í gangi núna við aðra deildir, aðra stofnanir varðandi þessi forvarnarmál. Ég veit að það er verið að vinna ágætt í starf á margan hátt þarna upp frá, en það hefur verið ágætt að fá svona yfirlit yfir það hvert mat nefndarinnar er á því hvernig þetta gengur fyrir sig. Svo er rætt hérna það að það megi örugglega kanna gaumgæfilega, það kostar samnýta húsnæði félags- og tómstundastarf í bænum. Nú er það þannig að það er ekki mjög langt síðan að við fórum í raun og veru með tómstundastarfi á stóru hluta út úr grunnskólunum, út úr þessu samstarfi og inn í Rósenborg og Rósenborg sett upp sem slíkt fyrirbæri. Og ég hef svona gaman að vita og fá hérna fram kannski hvað er það sem menn er að velta fyrir sig þarna. Við erum að tala það að stíga tilbaka og fara að reyna að efla þetta samstarf frekar út í skólanum eins og er reynda norðan ár en ekki sunnan ár. Og varðandi punktinn hafa menn einhverja hugmyndir til dæmis það hvað á að gera við það. Nú hefur við rætt aðeins það að punkturinn gæti átt samleið með félagsstarfi aldraðra sem dæmi. Er það eitthvað sem að menn eru þá að skoða í dag? Menn hafa velti fyrir sér að fara með hana hluta eða einhverju leyti upp í Víðurlund hef ég heyrt. Er það eitthvað sem er á döfinni? Ég veit að það er allavega samkvæmt svona pælingu sem við áttum í gær á fundi öldungaráðs, þar sem ég sitt sem fulltrúi bæjarstjórnar, að þá er alveg opið fyrir það að hálfu aldraðra að eiga samleið með sér yngra fólki í félagsstarfi. Og spurningin er þá, er það eitthvað sem við erum að pæla í eða skoða svona markvisst? Hvernig megi auka og ná þá fram meiri hugsanlega samleið á búnaði, tækjum, húsnæði og starfsfólki, bara sem dæmi.
Nú, málefni flóttafólks, þar hefur bara greinilega tekist bara mjög vel til og það mál virðist nú bara verið mjög góðum farvegi, það gott að heyra það. Varðandi svo félagsstarf eldri borgara og þær viðræður sem eru þar í gangi, þá hefur það einhvern veginn að því mér virðist ekki hafa komist allavega til skila það sem mér hefur verið sagt að það hef ekki staðið til að draga úr þjónustu í félagsstarfi eldri borgara, en þessar hugmyndir eins og verið að ræða núna að draga úr stöðugildafjölda út í búðusíðu og félag eldri borgara taki þar meira yfir, virðist allavega að líta þannig út gagnvart eldri borgurum að þarna sé verið að draga úr, en það hefur verið nefnt að það eigi í raun og veru ekki að gera, heldur sé verið að efla þá starfi í Víðilundi. En það þó spurning við erum þá að leggja til að það verði meira af fólki sem upp í Víðilundi í þessu félagsstarfi og það dregi úr því einhverju leyti í búðusíðunni eða er að jafna þetta, og hér er talað valdeflingu sem að í einhverjum tilvikum má skilja sem svo að það sé einhverju leyti verið að koma verkum yfir á aldraða, allavega fólk að upplifa það með einhverjum hætti að það sé verið að koma verkum yfir á aldraða, að það sé kallað valdefling. Í mínum huga það nú ekki valdefling, heldur hitt að við færum fólki tækifæri til að sinna og hafa áhrif á þá þjónustu sem þau að njóta í meira mæli. Og það þá spurning í mínum huga, miðað við þessar pælingar, þessar grunnhugmyndir sem eru lagðar til, eða grunnforsendur og sjónarmið Akureyrarbæjar, eru þau nógu skýr í þessum viðræðum? Það er mín tilfinning að svo sé ekki. Og það þurfi að skerpa á þessum skilningi, þannig að það sé að ná svona góðri sátt það að halda áfram út í þessum 2 félagsmiðstöðvum. En spurningin bara hvernig það verið gert. Það hefur líka verið í markmið í samningum við eldri borgara að þeir sinni í meira mæli eða komum í meira mæli að því að reka sitt félagsstarf sjálfur í samstarfi við bæinn. Það hefur ekki gengið eftir og hefur reyndar komið fram að það kannski félag eldri borgara hefur verið tvístígandi hvað það varðar, því að þetta er ansi mikið uppbrot á þjónustunni ef að því yrði. Hins vegar er spurning hvort að þetta megi ekki útfæra í samkomulagi við eldri borgara í þrepum, þannig að maður stígi inn í þetta hægt og rólega. En þarna held ég að það þurfi með einhverjum hætti allavega að taka málin og skoða þau betur, og það var reyndar bókað í öldungaráði í gær bókun sem var einmitt á þá lund að menn þyrfti að setjast niður og allavega ná samkomulagi og sameiginlegum skilningi eins og ég skildi það, til þess að koma sér að einhverri sameiginlegri niðurstöðu. Aðeins varðandi ungmennaráði sem sagt að sé búið að virka betur, þá spyr ég hvernig. Það er náttúrulega með ungmennaráði þegar maður fyrir að skoða heimasíðu Akureyrarbæjar, af því að það sagt að það séu birtar fundargerðir. Það er strax komið flipið fyrir öldungaráðið á heimasíðuna og fundargerðir öldungaráðs en ekki ungmennaráðs, sem er þó búið að vera til býsna lengi. Ég að gamalli reynslu held að það vanti ansi mikið upp á það að ungmennaráðið hérna á Akureyri sé virkjað og raunverulegan hátt, þannig að það sé með raunveruleg verkefni og við séum að fá þau hérna á borð. Ég var einmitt að velta því fyrir mér daginn, hvað höfum við fengið hérna á borð bæjarráðs eða bæjarstjórnar frá ungmennaráði? Ég hef bara ekki til þess að ég hef séð það. Og það er þá eitthvað sem við þurfum bara aðeins að velta fyrir okkur. Þessi jafnréttismálin hérna á Akureyri hafa nú lengi verið ágætum málum og verða þá vonandi áfram. Einhver sagði hérna fyrir kosningabaráttuna að Ísland væri jafnréttasta land í heimi
og einhver hafði orð á því að Akureyri væri þá jafnréttasta sveitarfélag í heimi. Því það væri jafnréttasta sveitarfélag á Íslandi. Og það getur vel verið, en ég held að sé full ástæða til að vera vakandi í þeim efnum og halda því áfram, og ég hef trú að það sé svo sem verið að gera. Nú, já, og að lokum ætla ég þá bara að nefna þetta með ungmennahúsið, þetta klúbbastarf og hópastarf sem hefur verið komið þar upp og samstarfið við skóladeildina um einstök verkefni sem ég held að séu mjög að hinu góða. En ég ítreka samt sem áður þessar spurningar sem ég er svona búin að varpa hérna fram. Þó að margt sé gott, þá hefði ég vilja sjá hérna inni meira stefnu mörkun, og það má líka velta því til dæmis fyrir sér hvaða sýn er á það, hvar ætla menn að vera eftir 2-3 ár til dæmis með félagsstarf aldraðra. Það er bara svona spurning, þetta er létt spurning. Og það verður að geta svona að fá einhverja hugmyndir um það. Öðru leyti bara takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ákvað nú að koma hérna upp, sérstaklega út af ræðu Gunnars hér á framann, bæjarfulltrúar Gunnars. Hann kallar eftir sín samfélags- og mannréttindaráðs og Sigurður Óli fór nú ágætlega í gegnum það, fannst mér í rauninni í ræðu sinni, að hann kom inn á það að hann hefði draumað um að gera hluti og þau hefði lagt mikla vinnu fyrsta árið í að reyna að marka sér stefnu og það var ýmislegt sem að þau hefðu á taktunum. Hins vegar var það, og Gunnar má vera það ljóst eins og okkur hinu bæjarfulltrúum, að við stofnuðum aðgerðarhóp til þess að reyna að ná betri tökum á rekstri bæjarins. Við sjáum fram á það að reksturinn er ekki eins og í dag að standa undir sér og við erum að reyna að takast á við það og lækka rekstrarkostnaðinn. Við höfum haldið ansi marga fundi í aðgerðarhópnum þar sem við höfum meðal annars kallað nefndir til og Sigurður formaði samfélags- og mannréttindaráðs og Sigríður Stefánsdóttir mættu á fund nefndarinnar í síðustu viku. Bæjarfulltrúi Gunnar átti því miður ekki tök á að sitja þeim fundi, en þar fóru þau ágætlega yfir það hvað þau höfðu hugsað sér. Það kom mjög skýrt fram í máli þegar þau vildu standa vörðum þá þjónustu sem að er verið að veita. Hins vegar er það ljóst líka að þegar við erum að fara að skera niður eða hagra í rekstri, þá er það bara ekkert í boði. Menn verða í rauninni að horfa inn á við, og það kom líka vel fram í máli Sigurður Óla formanns samfélags- og mannréttindaráðs, að hann var akkúrat að tala um það, að þau yrðu að láta kannski af draumnum og horfa á raunveruleikann og velta fyrir sig hvað það verður hægt að gera. Það er nú samt engu síður þannig að það er liggja ekkert alveg línurnar fyrir hvernig við náum þeim tökum á þým rekstri sem að Gunnar bæjarfulltrúi hefur ekki hvað síst talað um að við þurfum að gera. Og þarna hljóta menn að þurfa að taka til eins og annar staðar. Þannig mér finnst kannski að það sé mjög erfitt á þessum tímapunkti fyrir samfélags- og mannréttindaráð að koma hérna og tala um framtíðarsýn sem að þau vissulega höfðu og hafa, en það eru bara ýmsir þættir sem liggja þarna undir. Þannig ég held að við erum aðeins að róa okkur hvað þetta varðar, að við getum kannski ekki séð nákvæmlega fyrir okkur morgundaginn. Það er vissulega rétt sem hefur komið fram í máli formannsins hér áðan, að það er mjög merkilegt þjónusta og mjög merkilegt starf sem að fer fram á vegum samfélags- og mannréttindaráðs. Það er líka starf sem er svolítið svona ekki lögbundið og við höfum verið að gera vel í. En við þurfum kannski að skoða það hvort við verðum ekki eitthvað aðeins að skoða að draga úr þeirri þjónustu. Bæjarfulltrúi Gunnar gerði það mikið að máli sínu varðandi öldungaráð og málum með aldraða. Það er líka eitt af sem við verðum að skoða, ekki bara hér inn á við, heldur bara í samfélaginu í heild, hvernig við ætlum að takast á við öldrunarmál í framtíðinni. Það er eitthvað sem við erum að sjá. Það er sífellt stækkandi hópur sem er að verða gamall og þarf þjónustu. Og eitt af því sem ég til mjög mikilvægt að menn skoði og skora á formann samfélags- og mannréttindaráðs og starfsmann sem situr hér og hlusta á það, að það sé reynt að koma upp öflugu samstarfi við félagi eldri borgara, þannig að þeir verði þáttakendur í rekstri. Þannig að þau taki þátt. Þetta sé ekki bara á einn veg.
heldur þau taki þátt í svipað eins og íþróttafélögin gera. Þannig að mér finnst í rauninni ekki hægt að segja það að félag eldri borgara geti bara setið stikk fyrir frá hjá. Auðvitað verður að komast upp samstarf milli félag eldri borgara og bæjarins, hvernig við viljum sjá framtíðina í þessum efnum. Þannig að mér finnst þetta kannski þurfa að koma fram. En tala um stefnumörkun, mér finnst bara að því að við erum að sitjum hérna í dag í miðri ánni, Bæjarfulltrúi Gunnar, þá ýmislegt sem við höfum að sjá kannski breytast. Við reiknum með að aðgerðarhópurinn ljúki störfum núna miðjan apríl, gæti seinkað 1-2 vikur, stórt verkefni, en við munum leggja fram þá tillögur sem hugsanlega býta einhvers staðar, það er alveg ljóst. En auðvitað ætlum við að vinna fyrir bæinn okkar, auðvitað ætlum við að verja þá þjónustu sem við getum og þeirra sem minnst mega sín í þessu samfélagi, en það er ljóst að það verður einhvers staðar að taka og skera niður í öllu kerfinu og því miður verður samfélags- og mannréttindaráð líka fyrir því eins og öll önnur starfsemi í bænum. Takk. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Sigurður Óla fyrir ágætisræðu og það er svo sem alveg hægt að endurhugsa kannski hugmyndarhraðan á bakvið þessar stefnuræður. Ég svo sem alveg tekið undir margt sem Gunnar segi hvað það varðar upp á framtíðina, en ég geri mig líka alveg grein fyrir því að í hverju stöðu við erum í dag og svona samfélags- og mannréttindaráð, þetta er nú ákveðin regla og samtök í hinar nefndirnar líka, tekur á ýmsa þáttum sem móta samfélagið þegar við aðrir taka stefnumörkun og passa upp á við ekki förum ekki út á sporinu. Ég vil byrja að þakka samfélags- og mannréttindaráði og Akureyrarbæ fyrir frábærlega vel unnið starf varðandi móttöku flóttamanna. Ég tek undir orð formanns að ég er bara stoltur Akureyringur hvað það varðar. Okkur hefur tekist vel þar upp. Mér langaði aðeins að koma inn á jafnlaunavottunina. Ég vona sannarlega að við förum bara hratt í það og láta það vera svolítið forgangsmál hjá okkur í ykkar vinnu. Við vildi gjarnan sjá það gera hratt. Ég man eftir þegar ég voru að gera stefnuna jafnréttis og jafnrétti kynja og annað og jafnréttisstefnun okkar. Þar komu fram í þeirri vinnu að væru örlítir launamunur enn til staðar. Það sló mig örlítið, þetta var svo lága tölur. Það er svona að ég vil að menn færi bara inn og lögu það strax. Það hlýtur að hafa verið eitthvað nöfn þarna á bakvið sem þetta var að laga strax og við hefum bara verið stolt af því að geta sýnt fram á jafnlaunavottun. Það er eitthvað sem held ég sé bara fyrsta mannréttindin sem við hefum að berjast fyrir í því. Nú, mér langar aðeins að tala Rósenborg og spyrja formanni varðandi Rósenborg og tónstundarstarfið sem þar er unnið. Hvort að Rósenborg og staðsetning Rósenborg, hvernig hún er að þjóna tónstundarstarfi í öllum bænum. Mín tilfinning er svona að þetta þjóni brekkunni miklu meira og þorpi verði svolítið út undan, bara út af staðsetningunni, ég veit að þið viljið vel, en hvort að þetta sé ákjósanlegasti staður fyrir tónstundarstarf á Akureyri, það sem þetta er kannski á miðri brekku og hvort þetta sjá fyrir sig að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Nú, ungmennaráð og kom svolítið inn á öldrunarráð og ég finnst það vel það sem við erum að gera þar. Ég er sammála því að ungmennaráð við megum nýta það miklu betur og þeir þættir sem ungmennaráð hefur komið að hafa allir komið mér óvart. Ég einhvern veginn gerði mig hugleiðandi að þeir ætluðu sér eitthvað allt annað. Ég man eftir einu máli þegar skólanum bað að fjalla spjaldtölvur og innleiðingu á spjaldtölvum að við fengum allt annað svar heldur en við bjuggumst við að fá. Og
sjálfsagt hefur við bara gaman og gott af því að vera duglegir að heimsækja ungmennaráð. Kannski var það eitthvað sem mætti endurhugsa. Nú, forvarnastarf, við vitum öll mikilvægi forvarnastarfi og ég óska bara vona það að við setjum svolítið kraft í það að ýta forvarnastarfi áfram. En ég skil líka alveg aðstöðunum sem við erum í. En annars bara takk fyrir. Jón Pétursson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni Samfélags- og mannréttindaráðs fyrir sína ræðu hér áðan, margt þar sem að kom fram. Það sem að mig svona aðeins langar að impra á og spyrja að það var fjallað forvarnir og það að við gátum ekki fara á stað með þessi störf sem að við ætluðum okkur, eða semst ráðið og við hér ætluðum okkur að fara á stað með nú á þessu ári, en þá er að spurning sko, hvað hefur farið fram einhver endurskoðun á því hvernig það fólk sem að nú þegar vinnur að forvörnum, hvernig það mun síðan vinna áfram í ljósi þess að það er talað breytingar, það eru öðruvísu hópamyndanir og hvernig verða þá viðbrögðin í staðinn. Eins líka eitthvað gert til þess að virkja foreldrana í forvörnum, því að sjálf er ég ekkert rosalega hrifin af því að það sé verið að segja okkur foreldrum eitthvað svona mikið til með einhverjum reglum, en það er mjög mikilvægt að fræða okkur það sem að við getum gert til þess að til dæmis í sambandi við forvarnir. Og ég veit ekki alveg, þú kannski getur útskýrt það Sigurður Óli betur, það kom fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars hérna áðan að forvarnastarfi væri ekki miklu samstarfi við skólana. Ég hafði ekki áttað mig á þessu og ef svo ætti það ekki að vera, kannski einhver misskilningur hérna hjá mér. Bara tek undir það sem hefur komið hér fram í sambandi við móttöku á flóttamönnum og við teljum það að þetta sé að takast mjög vel og ég held að það sé engin vitleysa, en það er líka margt framundan. Þessir einstaklingar, þessar fjölskyldur eru bara búin að vera hérna í 2 mánuði og var sjálf fekk heimsókn frá 3 verðandi nemendum á mínum vinnustað í heimsókn í dag, mjög líflegir og glaðir krakkar, þetta er brúnt fólk. En ég held að við verðum líka að vera mjög vakandi fyrir því að ég held að eigi eftir að koma fram eitthvað sem að við erum ekki að sjá kannski akkurat núna. Gleðin yfir því að vera komin út úr þessum ömurlegu aðstæðum að er örugglega enn það mikil að ég held að eigi eftir að koma eitthvað fram og því er mjög mikilvægt að virkja bæði það fólk sem er að vinna með þessum einstaklingum núna og að alþjóðastofan að starfsemi hennar sé tryggð. En við getum örugglega þakka bæði nefndum og ráðum og jafnvel okkur hér í bæjarstjórn fyrir þessa móttöku og hversu vel hefur tekist, en ég hef nú notað tækifæri til þess að þakka sérstaklega þeim bæjarbúum og Rauða krossinum og fleiri félagasamtökum sem tóku virkilega mikinn þátt í þessari móttöku og eru að sinna mörgum þessum verkefnum sem snúa móttökunni með miklum sóma og mikilli manngæsku, vil ég segja. Nú það er búið að ræða svolítið félagsstarf aldraða og ég vil nú taka undir það sem að Sigurður Óli sagði það að það sé verið að nota valdeflingu. Ég held að aldraðir vilja ekki bara vera einhverju þiggjendur, sérstaklega aldrað fólk sem er í félagsstarfi. Þetta eru einstaklingar sem eru þokkalega heilsuhraustir, þeir hafa getu og tíma til að gera ýmislegt sjálfur og vilja það oft á tíðum sjálfur, að þeir séu þátttakendur og
fái að koma að því hvað í gangi í því félagsstarfi sem að þau eru að sinna, og þó að þau taki til hendinni líka. Mér finnst það bara ekkert óeðlilegt þegar fólk hefur heilsu til þess. Og ég held að við séum ekkert að færa verkefni yfir á þennan hóp, heldur að við erum að færa þeim verkefni sem að þau ráða við. Nú síðan annað sem að kom fram í ræðu formanns var ungmennaráðið. Ég vil nú aðeins svona draga þau meira fram, að ég held að mjög margir tali það svona almennt að það áhugaleysi hjá ungu fólki á lýðræði og lýðræðisumræðum og þátttöku í stjórnmála og samfélagsumræðum. Og þar ungmennaráðið algjörlega staðurinn til þess að efla þau. Ég spyr mig, af því að það hefur ekki tekist að efla ungmennaráðið, erum við ekki að gera nógu mikið inn í skólunum til þess að fá þessa krakka áfram, eða er þessi tenging sem á milli skólana og ungmenn, þar sem að gerast í Rósenborg, hún ekki nógu mikil, þannig að þeir nemendur í grunnskólanum og þeir sem hafa áhuga, þeir kannski viti ekki af þessari leið eða sjá hann ekki sem tækifæri til þess að halda áfram með það sem að þau vilja hafa áhrif á. Og ég veit til dæmis bara það að í 8. bekk í Giljaskóla núna í vetur, að þar hafa nemendur, og þetta verkefni sem að Giljaskóla hefur gert í nokkur ár, að það verkefni þar sem þau þurfa að vinna, þau áttu svona að rýna í nærsamfélagi bara sitt hverfi, hvað vilja þau bæta, og þau áttu að skrifa grein og segja frá hvað þau vilja. Þarna koma fram fullt af góðum hugmyndum sem og einstaklingum sem geta og hafa kannski áhuga til þess að fara eitthvað lengra en bara í eitthvað skólaverkefni. Og ég held að í gegnum skólana farvegur til þess að vinna áfram og virkja þess krakkana og ungt fólk. En ég held að og það líka þá þessi spurning til Siguróla að hvað hefur ráðið gert til þess að kannski efla þá frekar þessa áhuga ungs fólks á samfélagslegum málum og stjórnmálum og lýðræði bara yfir höfuð. Og þetta tengist allt líka því sem að fellur sannarlega undir ráðir eins og bara lýðræði og mannréttindi. Og ég starfa sjálf mikið með ungu fólki og ég verð alveg var við þetta áhugaleysi, og ég sjálf börn sem eru svona komast á unglingsár, að maður var allir komin inn í bílinn, eða þau eru allir komin inn í bílinn hjá manni, þá taka þær af Rás 2 yfir á einhverja tónlist, hvernig nennir að hlusta á þetta kjaftaði, því að þau nenni ekki að hlusta á þetta sem að við erum að hlusta á, en einhvern veginn verðum við samt að koma því til þeirra að það mikilvægt að vera upplýstur það hvað að gerast í samfélaginu, hverjir hafa áhrif og hvaða afleiðingar það hefur ef við erum öll orðin eitthvað voða passív í því sem í gangi í kringum okkur. Og við vitum alveg að þau alveg óhikað íta endalaust á einhverja like-takka á þess að vera kannski endilega alltaf upplýst það hvað þau eru að segja, mér finnst þetta æðislegt, að mér líka við þetta. Það bara læka það því að allir hinir gerðu það. Og þau eru meira tilbúin til að skrifa nöfn sín undir ýmsa lista þar sem á þess að vita eða spurja undir hverju þau séu að skrifa. Og þetta hlutur sem bæði við sem foreldrar og við sem bæjarfélag sem eru með nemendur inn í skólakerfinu hjá okkur í að minnstakosti 10 ár í grunnskóla og 4 ár í leikskóla, að ef við erum að skila þeim þannig út að þau átti sig ekki á sínum hafa ekki svona lýðræðislega vitund eða vitund á því hvað mikilvægt að þau taki þátt í samfélags umræðu. Og það eins og til dæmis með skjátíman að þú þarft ekki að vera lengi á netinu til þess að vera búin að
gera alls konar rugl og vesen. Þetta snýst ekki bara það hvaða tíma þú ert í tölvunni, heldur hvað þú ert að gera og að við séum þá frekar upplýst það. Hvað barnið þitt að hlaða niður í tölvunni eða símann sinn, en hvort hann í símanum í hálftíma eða 3 tíma, það kannski ekki endilega það sem skiptir bara máli, hitt gerir það líka. En sem formaður í velferðarráði þá sé ég og veit að það eru mörg verkefni sem tengir okkur við samfélags- og mannréttindaráð og núna stendur yfir endurskoðun eða við erum að fara í velferðarstefnuna hjá okkur og ég vænti þess að formaður og ráðið taki þátt í þeirri vinnu með okkur og ég mun óska eftir samvinnu við ráðið bara eiginlega núna á eftir meira að segja og til þess að fara yfir ákveðna hugmyndir sem að snúa að börnum og þjónustu við börn. Þannig að ég held að við eigum mjög góða samleið og ég held að við höfum öll okkar drauma og óskir að samfélagið okkar sé gott, sérstaklega fyrir börnin okkar og deili því alveg með formanni það sem hann sagði draumana sína áðan. Takk fyrir. Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú þakka formanni samfélags- og mannréttindaráð fyrir sína framsögu, en ég tek undir svo sem vangaveltur bæjarfulltrúa Gunnarsson að þetta kannski meira svona stöðuskýrsla heldur en svona stefnuræða. En auðvitað eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin benti á þá náttúrulega erum við í þannig vinnu núna að eiginlega eru kannski allar stefnuræður svolítið bara í lausu lofti svona næsta mánuðinn. En ég fór líka að velta fyrir mér því að þetta sé málaflokkur og ég held að við erum svona tiltölulega sammála að þetta sé mikilvægur málaflokkur, en þá þetta ekki lögboðin þjónusta, minnst af því sem að framfer í samfélags- og mannréttindaráði og deild kannski lögboðin þjónusta og maður velti fyrir sig hvers vegna ekki. Þessi sýnir kannski einmitt svart á hvítu valdaleysi þeirra sem að málaflokkur snýr að. Og ég segi bara að þeim mun mikilvægara að við stöndum með þessu fólki og stöndum vörðum hagsmuni þeirra og valdeflum eins og við erum komið inn á til þátttöku í lýðræðissamfélagi. Og í síðan framhaldi af þessu, þá fer ég að velta fyrir mér nú Íbúðastofnun Öldungaráð sem búið að funda 2 ára á stuttum tíma sem bara frábært og þar einmitt bara 3 svar, ég greinilega mista einum. En þar fólk sem greinilega vill nýta sína reynslu og þekkingu, hefur tímann og orkuna og áhugann og allt þetta, sem alveg frábært. Í þessu ráði sitja tveir bæjarfulltrúar. Í ungmennaráði situr ekkert einasti bæjarfulltrúi. Hvers vegna ekki? Það eitthvað ómerkilegra eða? Og talandi það, af hverju hefur ungt fólk ekki áhuga á lýðræði, af hverju, kannski, ég bara segja, ég ekki að dæma neitt, en kannski upplifir að þetta sé bara eitthvað sýndarlýðræði, einhver sýndarþáttaka. Og mér finnst bara mikilvægt að þetta sé gert almennilega. Og ég til dæmis, vissi nú kannski ekki endilega að þessari umsögnum spjaldtölfur sem að hefði komið frá ungmennaráði, en ég finnst, ég hef búin að sitja í tæplega 2 ár í bæjarstjórnum, mér finnst ég bara ekki heyra frá þessu ungmennaráði. Við erum aldrei að tala það aldrei einhverjar umsagnir, ég sit bara í einni nefnd og atvinnumálanefnd og hún hefur ekki vísað neinu til ungmennaráðs eða Öldungaráðs eða Fjölmenningarráðs sem ég vissi eiginlega ekki verið til, verði ég viðurkenna og fór nú bara að googla þar sem ég satt í sætinu mínu og fann ekkert. Ég fann svona eitthvað Fjölmenningarráð Reykjavíkur, þar sem kosið fullt í ráðið, þar sem sitja 2 eða 3, ég man það ekki, kjörnir fulltrúar. Ég veit ekkert eina sem kemur upp Fjölmenningarráð Akureyrar er að þau hafa haldið mataveislur, sem æðislegt, alveg frábært framtak og ég búin að fara á þessum mataveislur og þær alveg snilld. En ég meina þetta ekkert raunverulegt ráð.
Þannig að ég held að við ættum nú aðeins að reyna að hysja buxurnar af því að þetta kostar ekkert endilega mikið. Og taka þessi ráð alvarlegar, gefa þeim auknar hlutverk og svo náttúrulega ef við tímum að því að lýðræði er nú dýrt og lýðræði er vesen og það allt saman. Ég myndi vilja sjá fulltrúa bæði úr ungmennaráði og öldungaráði bara inn á sem áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum. Og þess vegna bara sem eiga sæti í bæjarstjórn. Ég meina það er bara hægt að gera miklu, miklu betur. Og þetta er svona helstu vangaveltur mínar kannski í þessu. Þetta er svona ýmislegt smálegt og bráðum kemur betri tími blóm í haga, ég er ekki viss. Lítur ekkert rosalega vel út sko, bara svo ég slái það nú niður strax. En þeim mun mikilvægara er að marka stefnu í málaflokknum. Og síðan langaði mig bara að spyrja verandi aðgerðaráætlun gegn kynbundnu ofbeldi sem er útrunnin og ég veit að það er bara hellingsvinna að gera nýja en hefur Samfélags- og mannréttindaráð farið yfir áætlunina og farið yfir aðgerðirnar og hvort að þær aðgerðir sem hafa verið tilteknar hafa farið til framkvæmdar því að það eins og við tölum held ég í hver skipti sem við tölum aðgerðaráætlun og stefnu í þessum sal að þá held ég að ég og fleiri komum upp og minnum á það svo mikilvægt að fylgja því eftir að það sé raunverulega gert það sem við ætlum að gera. Þannig að mér langaði bara að spyrja, er búið að fara yfir þetta? Ég er ekki með meira í bili. Jú, eitt sem ég langaði að spyrja, sem ég veit ekki alveg hvort er við hæfi, en þú veist, ég verð þá bara skömmuð þeirra fórsti. En mér langaði að spyrja bæjarfulltrúa Sigríði Huld sem skólameistara VFM að varðandi þetta með ungt fólk og áhuga og þetta og Rás 2 versus tónlist að sem fjölmiðlafræðingur þá get ég alveg upplýst að ég hef gríðarlega mikinn áhuga á miðlun efnis og bara hvernig maður miðlar efni og þú veist, áhugaleysi er ekkert alltaf endalaust tómlæti. Það er bara af því að það sko og eins og við höfum oft og ég hef allavega oft malað í þessari pontu að við erum svona þröngur hópi fólks setjum í þessu sal og mölum á okkar svona tungumáli sko sem við einhvern veginn höfum komið okkur saman að nota og þannig að miðlunin skiptir gríðarlega miklu máli og við berum ábyrgð líka sem pólitíkusar á því að ná til ungs fólks. En mér langaði að spyrja skólameistarann hvort að henni finnist kannski pólitíkli vera svolítið útilokuð úr skólakerfinu. Ég upplifi það sem pólitíkus að einhvern veginn bara, ég væri til í að tala meira við yngra fólk og ég bara finn, einhvern veginn hef ekki aðgengið og kannski er það bara alveg eðlilegt að útiloka pólitíkusa úr skólakerfinu og skólunum af því þeir geta verið mjög pirrandi, þeir eru náttúrulega margvíslegir, ég meina við heyrðum bara sögur núna fyrir nokkur dögum forseta frambjóðanda hugsanlegum sem var að reyna að safna undirskriftum. Ég meina fólk er bara alls konar og ég veit ekki erum við að ofvernda börn gegn pólitík og pólitíkusum eða er það kannski bara full þörf á? Ég held samt ekki. Takk fyrir. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé það að ég þarf að vera sneggra rétt að penn til að ná orðinu því að það er flest allt komið fram sem ég ætla að tala Þannig að ég ætla að vanda mig betur næst og forseti ég byrja að horfa vel til mín á næsta fundi. En ég vil byrja því að þakka Siguróla sitjandi formanni Samfélags- og mannréttindaráðs fyrir bara flott erindi og góða yfirferð. En jafnframt vil ég fagna því að formaður ráðsins sé að fjölga akureyringum. Það er að segja sem hún bæjarfulltrúi Silja Dögg. En ekki veitir af með að við þróun á aldurssamsetningu en við þurfum virkilega að fara að hugsa fyrir því en eins og talnagluggi vinur minn, hann Njáll Trausti benti mér á í gær að þá verða jafnvel aðeins bara 3 einstaklingar vinnandi á bakvið hvern eldri borgar eftir 20 til 25 ár í staðinn fyrir 6. Þannig að við erum talum hér að við þurfum virkilega að fara að bretta bermar ef vel á að vera. Með við umræðina í dag þá bara setja spurningamerki, eigum við að vera að halda stefnuræður meðan við erum í aðgerðahópsvinnunni. Mér finnst það svolítið spurning.
þú veist, ættum við ekki bara að fresta því þá að niðurstaða komin í hvar við ætlum að spara og hvar við þurfum að taka á og hvar við ætlum að bæta í. Mér finnst tímaskekkja að við séum með stefnuræðu í dag. En ég fagna því eins og aðrir að öldungaráði sé komið á, en hlutverk ráðsins náttúrulega að vera bæjarstjórn og nefndum og ráðum til ráðgjafar um málefni og hagsmuni bæjarbúa 60 ára eldri. Það reyndar tók svolítið langan tíma að koma sá, fannst mér. Ég held við hefðum getað hraðað þessu ferli aðeins, en rosa flott hvernig það byrjar. 3 fundir strax komið. En það talaði að búið sér að virka ungmennaráði. Ég set spurningamerki eins og aðrir. Ég hef lítið orðið vör við ungmennaráðið og ég held að við ættum að vera, og ég set sökin á okkur, við erum að vera miklu duglegri að sækja í það og kalla inn á nefndir og ég verið sammála Sóleyju Björk bæjarfulltrúa með það við eigum að skoða alvarlega hvort við eigum að gera þau áheyrnarfulltrúum í nefndum, allavega að það sé skilyrði að nefndir kalla þau inn markvisst, að það sé ekki bara einstaka sinnum eða jafnvel aldrei eins og ég hef allavega, ég hef verið einu sinni komið aðili inn í skólanefnd síðan ég byrjaði. Þannig að já, við ættum að hugsa þetta skrefinu lengra. Ég alveg sammála með það og ég þó að kosti kannski eitthvað aðeins að þá kannski geti það bara verið sparnaði til lengri tíma því að betur sér augun og að við sem fjölbreyttan hóp þannig inni held ég að skipti bara miklu máli. Gott framtak með að halda málþing fyrir eldri borgara því ég held einmitt við náum mestum árangri með því að vera með samtalið. Og gaman að heyra að það var vel sótt því miður komst ég ekki sjálf, ég gjarnan vilja vera. En það sem ég hef heyrt kvartanir frá eldri borgurum með einmitt það sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á, að það þarf meiri kynningu á þegar við erum með breytingar og fólk sé upplýst hverju við erum að breyta. Að það sé ekki bara nóg að kynna félagi eldri borgara, við þurfum að kynna, það ekki þeirra jafnvel skylda að koma kynningum á framfæri, það skylda okkar að gera það. Og þannig getum við kannski komið í veg fyrir óánægju eða einhverja sögur fara á stað sem eiga ekki rétt á sér. Þannig að þetta bara, ég að koma framfæri eitthvað sem ég hef heyrt bara frá eldri borgurum sjálfum. Ég mig langaði aðeins í sambandi við viðmið skjátíma barna, mig langar svo bara að því ég veit að þetta hugmynd sem að Bergþóra Þórhallsdóttir hefur búin að vera með í maganum í mörg ár, og mig langar að það komi fram að hún eigi þessa hugmynd. Ég held að Sigurólfur sé alveg sammála því að það hefur verið þannig. Þannig að mér langaði að því ég veit þetta svona hennar hugarefni og bara, mér finnst bara frábært að þið hafa tekið vel í hugmyndina og að þetta verkefni sé komið svona langt, bara ótrúlega flott. Nokkuð hefur verið talað mér langar aðeins að koma inn á jafnréttisstefnuna, því ég set ennþá spurningamerki við hennar þróunar fulltrúa. Ég ekki alveg búin að kaupa þá hugmynd, þannig að Sigurólfur hefur kannski bara ferð aðeins yfir það. Ég held til dæmis að nóg að vera með góðan aðgerðalista til að fara eftir. Ég held að þurfa ekkert endilega að vera þróunar fulltrúi í hverju nefnd. Mér finnst það bara að vera ábyrgð nefndar manna allra og formanns og embættismanns að þessu sé framfylgt. Þannig að ég ekki alveg búin að kaupa það. Mér langar einnig að taka undir bókun sem Bergþóra Þórhallsdóttir setti fram í Samfélags- og mannréttindaráði að upplýsingu og samskiptatækni þá eldri borgara sé efld og unnið verði markvisst áfram að samstarfi ungt fólk við kennslu eldri borgara á tölvubúnað. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við leggjum áherslu á þetta. En eins og ég sagði bara, ég bara legg það hér til að við geymum stefnuræður þangað til að aðgerðahópurinn hefur lokið störfum sínum, en annars ætla ég bara að þakka fyrir byrji því ég get tekið undir með mörgum ykkur sem komu hér á undan mér. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi er lokið máli sínu, næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti þá getur bæjarfulltrúar, ég ákvað að koma upp og túlka ræðu mína hér áðan. Ég voru skiljanlegt mál, hlýtur að vera. Ég lagði fram ákveðna spurningar hérna fyrir sitjandi formann Samfélags- og mannréttindaráðs sem ég held að sé bara eðlilega spurningar svona í ljósi þess málefni sem við erum að fjalla hérna um. Ég líti ekki þannig á að ég hafi verið að gagnrýna störf Samfélags- og mannréttindaráðs eitthvað sérstaklega.
Ég kallaði líka vissulega eftir því að hvaða sýn eða stefnu menn væri að vinna eftir. Ég geri mig fyllilega grein fyrir því að við erum að vinna núna í þessum aðgerðahópi og setja allt upp í loft þannig lagað. Hins vegar hlýtur ráðið að hafa fjallað eitthvað sín málefni og velt svona fyrir sér hvað þau vildu leggja áherslu á að halda inni. Mér finnst bara eðlilegt að formaðurinn upplýsi okkur í almennum umræðum í beinni útsendingu það, bara sem dæmi. Og ég tek bara undir það sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund var með áðan, þessa spurningu. Ef að við getum ekki fjallað stefnuna, þá verðum við kannski aðeins að velta því fyrir okkur hvort að það sé yfir höfuð rétt bara að fresta þessi stefnuræðum þangað til við erum búin að marka eða búið að marka þessa sýn svona í aðgerðahópnum. Menn geta farið að segja hlutina með skýrari hætti en nú er. Það er líka alveg ljóst að ég held að gæti einhvers misskilnings með það, og ég ætla bara að taka það fram, að félagar í félagi eldri borgara leggja ekki fram einhvers konar sjálfboðaliðastarf. Það hefur margoft komið fram að þeir gera það í ríkum mæli. Og ég held að sé alveg klárt mál að þeir gera það ekki síður en þeir sem starfa í íþróttafélögum. Ég vil nú bara leiðrétta þann misskilning ef hann uppi. Og aðeins varðandi samstarfi skóla, ég spurði að því áðan hvernig því samstarfi er háttað. Ég veit það í gangi. Bara spurningin hvernig því háttað í dag. Ég ekki að halda því fram að þetta samstarf sé ekki í gangi. Það alveg klárt mál að svo og það vita þeir sem hafa kynnt sér það mál. Svo bara aðeins þessar félagsmiðstöðvar að því erum að ræða þetta samning við félag aldraðra, að það aðeins rætt það hvort að ég að færa megin hluti starfseminnar verði og færa hann í Víðilöndin og sennilega byggt á því að það eru töluvert fleiri eldri borgarar á brekkunni norðan ár og ef ég man þetta rétt þá þetta eitthvað tæplega 1300 hér sunnan ár eða hvað og rétt tæp 700 norðan ár, en þetta samt býsna stórir hópar ef ég man þessu tölur rétt. Og það kannski réttlæti það að við höldum þessari starfsemi einhver hætti gangandi og sjálfsögðu held ég að allir vilja valdefling sé aðal atriði í þessum samningum. Ekki hef ég dregið minnsta dul á það og legg mikla áherslu á það. En spurningin bara hvað við eigum við með þessu. Og það sem ég var að reyna að koma á framfæri áðan var fyrst og fremst það að ég var að reyna að orða ég ætla að orða þetta sem misskilning eða þá það hefur ekki tekist að skýra forsendur og málefnin í tengslu við þessu samningagerð nægjanlega vel. Þannig að það væri sameiginlegur skilningur á málinu. Það það sem ég var að benda á og ég hef smá áhyggjur af. Öðru leyti þakka ég bara fyrir umræðuna. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka þér fyrir Sigur Óli fyrir ágætis ræðu. Mér fannst hún skemmtileg og innblásinn og svo sannarlega áttar maður sig á því að við erum að reskjast og kannski flest á svipuðum aldri þegar það kemur yngri maður með skemmtilegra og frjóra tungutak eftir við erum að temja okkur. Það auðvitað alveg rétt að ræðan fjallaði kannski meira það sem að búið að gera og menn hafa verið að fást við og að fást við. Það þó engin stefnubreyting fyrir gefiði. Þetta búið að vera í rauninni rauði þráðurinn í viðbrögðum okkar við þessum ræðum síðustu árin. Ég man að þetta var svona tónninn í mér þegar að ég kom upp á síðasta kjörtímabili og gagnrýndi meirihluta og þetta kannski einhver svona hefð sem við ættum kannski bara að reyna að breyta í rólegheitum. Þannig að ég held að Sigur Óli hafi nú ekki gerst sekur eitthvað sem að við hinn höfum ekki gert áður. En það kannski ágætt að þetta kemur upp vegna þess að þetta gæti alveg verið nefnilega kannski hluta ástafanum fyrir því að ungt fólk hefur ekki áhuga á pólitík.
Hér hefur komið fram hugmyndum að fresta og blása af stefnuræður og meðan við værim í vinnu við aðgerðaráætlun og hugsanlega hagræðingu eða niðurskurð. Ég held einmitt að það sé þá aldrei mikilvægara en núna að við stöndum hérna og leyfum bæjarbúum að heyra hvaða viðhorf við höfum til þessara málaflokka. Ég lít ekki á þessar stefnuræður hérna sem framlagningu fjárhagsáætlunar þar sem við förum í detail, krónum og aurum yfir hvað við ætlum að gera á næstu árum. Það liggur fyrir í samþykkt í fjárhagsáætlun, það liggur fyrir í meirihlutasamþykkt og það liggur fyrir í 3 ára plani. Þar með ég ekki að segja að við eigum ekki að temja okkur í þessum stefnuræðum, að fara betur yfir það hvað við ætlum að gera á næstu ári. En ég held við skuldum líka þá bara kjósendum og ekki síst þessu unga fólki sem að við tölum að sé að missa áhugann á pólitík. Við skuldum því þá kannski að tala skýrar og tala eins innblásnara pólitík. Ekki að einskorða okkur við malbik eða flugvallarbrautir eða raflínur eða svona pragmatík sem að eru þetta hluti og stór hluti af okkar daglega lífi. Ég held nefnilega af kynnum mínum og ungmennum og hafandi ungt fólkin á mínu heimili að það sé algjör misskilningur að þetta fólk hafi ekki áhuga á pólitík. Þau hafa eins og kannski áhuga á öðruvísi pólitík, eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á. Þau eru kannski uppteknar á öðrum miðlum heldur en síbylju tveggja stjórnmálamenn að rífast og spurjandi að reyna að grípa inn í hana slægið. Þau eru að hugsa umhverfismál. Þau eru að hugsa frið í heiminum. Þau eru að hugsa lýðræði. Og talandi lýðræði, það geti bara vel verið að þau myndu kannski fara að sinna bæjarmálum betur og hafa meiri áhuga á bæjarmálum. Ef að þau myndu kannski fá það á tilfinninguna að þau hefðu virkilega einhverja rödd sem skiptir máli. Ég hef áður talað það hérna, mér finnst að ég að skoða það alvarlega í bæjarstjórnarkosningum að leyfa 16 ára börnum að kjósa. Ég tölu hafa alveg nægan þroska til að taka ákvarðanir hluti sem að við erum að fást við. Stundum kannski meiri. Þannig ég held að við séum öll pínu undir þessa sögseld. Að við erum oft að týna okkur í smáatriðum og tapa stóru myndinni sem að getur verið miklu áhugaverðri til umræðu, akkurat fyrir þetta unga fólk. Þannig að aftur, Sigur Óli, ég þakka þér bara fyrir þessa ræðu og hún alveg í takt við þá hefð sem að hér hefur skapast. En við skulum virkilega reyna að breyta því þá. En þegar því sleppt, þá langar mig bara svona rétt að lokum að minna á akkurat þegar við erum á kafi í þessari vinnu, hversu mikilvægt það eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á, að einmitt að því að þetta ekki lögbundið verkefni, einmitt að því að það enginn sem skipar okkur að sinna þeim, að við munum hvað þau eru mikilvæg og áttum okkur á því fyrir hvernig þau eru. Og við erum hérna að tala ungt fólk og við erum að tala gamla fólki. Við erum að tala unga fólki sem á framtíðina fyrir sér og mun vinna fyrir skottunum og við erum að tala gamla fólki sem búið að því. Og auðvitað skuldum við þessu fólki og þessum þjóðfélagshópum í þeirri vinnu sem framundan að hugsa þannig við okkar aðgerðir. Og ég vil ekki að minni stefnuræðu skólamál verði frestað, þó ég get ekki sagt nákvæmlega til hvernig við munum feta okkur næstu mánuðina, vegna þess að mig langar virkilega að tala skólamál þá í víðara samhengi. Hvernig ég lít á skólana, hvað ég tel að skólanir eigi að vera og fyrir hverju þeir eigi að vera. Og mér finnst ekki nein mótsögn í því að tala á þann hátt og vera svo upp að hnjám í vinnu sem að snýr þá að þessu daglega heimilisbókhaldi. Við getum gert hvoru tveggja. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem nú hér upp til þess að svara bæjarfulltrúi Sóley. Bara býð hana sem skólameistari velkomna í viðtal, hvenær sem
það er ýmislegt sem að við í skólunum þurfum að horfa á, en það sem að við, og nú er ég að tala sem bæjarfulltrúi, að það sem að við þurfum að passa upp á, það er þessi umræða stjórnmál og lýðræði og samfélagsmál, og það er það sem við erum að tala um. Flokkar og stjórnmálaskoðanir er svo annað, og það er það sem að ég held að bæði foreldrar og skólakerfið eigi að horfa á. Það er það að upplýsa ungt fólk það hver okkar réttindur og skyldur, hvað jafnrétti, hvað þýðir jafnrétti. Sumir segja þetta jafnréttiskjaftæði. Ég meina, rannsóknir sýna að jafnrétti og vitundum jafnrétti hafi dalað hjá ungu fólki. Þetta er mjög dapurt, en það er mjög mikilvægt að þegar ég er að tala lýðræðislegar umræður og umræður samfélagsleg mál, þá er það ekkert endilega út frá stjórnmálaskoðunum eða flokkum. Við gerum þeim betur kleift, ungu fólki betur kleift, eða bara fólki almennt, að taka svo afstöðu þegar að við göngum til kosninga út frá þeirri vissu sem við höfum og þeirri fræðslu sem við höfum fengið það, hvað skiptir máli í samfélaginu mínu, hvað skiptir máli fyrir mig og hvað get ég lagt fram og hvernig get ég haft áhrif. Og þetta að við séum vel upplýst okkar réttindi og skyldur í samfélaginu. Takk fyrir. Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja líkt og flestir hérna í dag á því að þakka Sigur Óla fyrir ágætis ræðu hérna áðan. Ég vildi aðeins koma upp og svara umræðinni varðandi ungmennaráð. Ég er svo heppin að fá að starfa með ungu fólki í EFR-sveit, bæði í félagsmiðstöðinni og svo er ég starfsmaður ungmennaráðs í sveitinni. Ráðið þar er skipað af vissum einstaklingum úr ungmennasambandinu, skólanum og fleiri stöðum í sveitinni og skipað bara virkilega flottu fólki. Það er mælst til þess að sveitafélög hafi ungmennaráð á sínu snærum. Það kemur hvergi fram hvort að nefndin eigi verið ólaunuð eða launuð og er það bara undir sveitarfélögum komið hvernig þau ákveða hverju sinni. En varðandi starf ungmennaráðs, þá kölluðum við ungmennaráð inn til okkar íþróttaráð fyrir ekkert svo löngu síðan. Kölluðum þá fund og ræddum ýmis málefni varðandi stefnu íþróttaráðs, hvert við vildum fara, hvernig úthlutunarreglur til dæmis varðandi frístundastyrk væru og hvernig þau hvernig þeirra sýn væri á þessar úthlutunarreglur. Og það skemmst frá því að segja að þetta fólk er bara virkilega vel gert, þau eru klár, skynsum og buðu fram krafta sína og vilja koma því á framfæri til nefnda að þau séu kölluð oftar inn. Þau vilja láta rödd sína heyrast. Og ég held að við í nefndunum ættum að taka þetta til okkar og koma sér til okkar nefndar fólks líka þessum skilaboðum að kalla ungmennaráð oftar inn. Og við hér í bæjarstjórn líka, jafnvel. Af hverju bjóðum við ekki einu svona ári, höfum það fast að þau komi hingað á fundi einu svona ári. Ég veit ekki hvernig reglunar eru hér á Akureyri, en ég veit að í mörgum sveitafélögum er það þannig að þau eru kölluð inn í bæjarstjórn eða sveitarstjórn einu svona ári og fá að hafa eitthvað málin að segja. Og svo líka var spurning hvort að nefndi vilji hreinlega fá þau líka inn því að það eru margir fundir í fjárhagsáætlunarvinnunni að kalla þau inn líka þar og heyra þeirra skoðanir. En varðandi öldungaráðið þá bara fagna ég því hversu sterkt það fer á stað, bara frábært og vildi óska þess að við bara gerum slíkt saman með ungmennaráði, köllum við inn. En takk hérlega fyrir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Tekur næstu til máls Sigur Óli Magni Sigurðsson, sitjandi formaður samfélags- og mannréttindaráðs. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er akkurat umræðan sem maður vonaðist eftir og akkurat pælingarnar. Að vera hérna í beinni útsendingu og að lítið ráð eins og samfélags- og mannréttindaráð fái loksins sviðið og ég er bara ótrúlega sáttur við það umræður sem hafa skapast hér í dag. Fólk hafi kynnt sér efnin og komið vel undirbúið.
Ég skal glaður samt koma aftur þegar vinnu aðgerðarhópsins lokið og vera með jafnvel enn eina ræðuna. En ég vil þó meina að hafa ákveðin stefna samt komið fram í ræðinu hjá mér áðan, eins og til dæmis með þá vinnu sem með framundan reksturinn, samnýtingu húsnæðis. Síðan höfum við verið að, sem kom ekki fram, verið að skoða ýmsar hugmyndir styrkveitingar. Við okkur langar, og það var ekkert launungarmál í meirihlutasamkomulaginu, að efla forvarnarstörf, efla félagsstarf aldraðra, en þessi verkefni hafa einfaldlega eins og með forvarnarstarfi og þessi 2 stöðugildi hafa verið þurft að setja þau á ís. Svo ég reyni nú að svara því sem ég náði að punkta hjá mér, ég lendi illa í því að ég skrifa alveg hræðilega illa. Hvað málefni aldraðra varðar, að þá málþingi sem var í nóvember, það var virkilega gott málþing, og niðurstöðurnar sem verða kynntar von bráðar, að þær breyttu svolítið hugsunarhættinum hjá ráðum. Við fórum með einhverja fyrirframgefna hugmynd inn í þetta málþing, áttum samræðuna við gríðarlegan fjölda notenda og starfsfólk, og þetta pínu breytti því þeirri vinnu sem við vorum komin í, og við erum ennþá svolítið í stefnumótandi vinnu hvað málefni aldraðra varðar, framtíðarsýnin okkar þar, og eins og gefur að skilja hún komin svolítið fara að hægjast á henni vegna aðgerðarhópsins, og eins og kom fram að þá erum við í samningsviðræðum við félag aldraðra. Samningsviðræðurnar eru á svona viðkvæmu stigi eins og en við förum með ákveðin grundvallar prinsip þangað inn, hverju við viljum ná fram, og hvort sem að fólk vilji túlka valdeflingu þannig að það séu aðrir að taka við okkar starfi, eða hvort sem að við séum að gefa því tækifæri til að hafa meirum að segja við sína þjónustu, að þá hafa aldraðir fengið til dæmis á málþinginu kynningu á hvað valdefling væri, og við höfum fengið kynningu á ráðinu á hvað valdefling væri, og okkur langar til þess að hafa það í forgrunni í þessum samningsviðræðum við félag aldraðra. Ungmennaráðið, þau hafa meira verið að funda óformlega. Það vissulega rétt að kannski áhugi ungmenna erfitt kannski með að virkja krakka til að vera í ráðinu. Þau eru hins vegar töluvert mikið upp í Rósenborg og að vinna með félags- og forvarnarfulltrúunum, félagsmála- og forvarnarfulltrúunum. Þau vilja svona okkar tilfinning að þeir sem að starfa með þeim og fólkin sem að starfa með þeim í Rósenborg, okkar tilfinning að þau vilji vera pínu sér á báti. Þau hafi kannski ekki áhuga á að fá 1 eða 2 eða 3 bæjarfulltrúa eða fulltrúa frá bæjarstjórn inn í nefndina til sín. Þau vilja fjalla sín mál og ég hvet ykkur og annað nefndarfólk hjá bænum í að vísa málefnum til þeirra til þess að fá þau til umsagnar. Við skulum hafa frumkvæði til þess og eins að kalla þeirra nefndir, en bara muna að gefa þeim þann fyrirvara þannig þau geti mætt undirbúin. Þau eru unnu magnað og flott starf í kringum þetta þar sem málþingin í Hofi við með skjátíma og koma starfinu þar, mjög flott starf, og eins og bæjarfulltrúi Preben talaði umsögnum spjaldtöluvæðingu. Svipaðar umræður áttu sér stað á málþinginu í Hofi, og það kemur manni alltaf mikið óvart á ungmennin hversu sterkar skoðanir þau hafa sjálf á eigin notkun á spjaldtölum eða snjalltækjum eða skjátímanum. Þau hafa einnig verið að vinna í kringum samfélags og verkefni á vegu Ungmennafélags Íslands. Rósenborgar starfið og húsið. Staðsetningin eins og ágæt, aðgengi, sérstaklega á veturnar oft erfitt. Vissulega þjónustur þetta kannski betur þar sem búa á brekkunni, en það eru hins vegar félagsmiðstöðvar í skólanum norðan Glerár, en við erum með félagsmiðstöðvarnar inn í Rósenborg á hinum stöðunum. Þetta hefur haldist þessi umræða okkar samnýtingu húsnæðis eins og Rósenborgar, eða þessi nýtingu húsnæðis eins og Rósenborgar, hefur kannski haldist í hendur við hugmyndir breytt leiðarakerfi strætó, að geta náð betri nýtingu þangað. Punkturinn, bæjarfulltrúi Gunnar spurði út í punktinn og að hjá öldruðum væri opinn hugur fyrir að fá félagsstarf punktsins til dæmis að einhverju hluta inn til sín. Raunin hefur svo í Reykjavík að engin aldurstakmörk á svona félagsstarfi þar orðið og það gengur vel, og þetta eitthvað sem við erum tilbúin að skoða. Forvarnir, við auðvitað vonumst til að þessi stöðugildi 2 sem gert var ráð fyrir komi inn. Það sem við höfum verið að gera í forvörnum við höfum verið að fara með fræðsluna
neðar til foreldra. Okkur langar að geta fylgt þessu betur eftir. Það búið að vera, þetta kemur í sveiflum, það búið að vera mikið að gera, þess vegna var þörfin fyrir þessum stöðugildum. Þegar við tökum við í ráðinu þá var nýbúið að taka forvarnarmálin í gegn. Það var einn forvarnarfulltrúi en núna tóku félagsmálafulltrúarnir okkar við þessu og sinna þessu starfi og ég fullyri að það mjög gott samstarf við skólana og þetta starfsfólk, þessi félags- og forvarnar- og félagsmálafulltrúar, þeir vinna mikið út í skólunum, ekki bara í Rósenborg. Þróunarfulltrúarnir sem bæjarfulltrúi Eva kom inn á, ég get nú lítið annað en lýst kannski minni skoðun á hvað mér finnst þá. Mér finnst þetta frábær hugmynd, það vantar alltaf pirrandi gæinn til að pikka í öxlina hvort það sé ekki örugglega verið að fylgja eftir og ef einhver fær það ákveðna verkefni þá tel ég að það náist betri árangur. Fjölmenningarráð sem bæjarfulltrúi Sóley spurði út í, það eru 2 sem starfa fyrir fjölmenningarráð. Það gengur mjög erfiðlega að fá fleiri til að starfa og þau vinna magnastarf, þau 2 sem vinna við fjölmenningarráði. Fundi þeir eru fremur óformlegir og eru þau frekar tengiliðir við eins og Alþjóðastofu og fleiri til að koma að starfi fjölmenningarráðs. Aðgerðaráætlun viðbrögð við kynbundnu ofbeldi er á höndum og ábyrgð velferðarráðs en það stendur í nýrri jafnréttisáætlun sem samþykkt var hér í bæjarstjórn og hún á að liggja fyrir haustið 2016. Samstarf okkar við aðrar deildir er mjög gott. Við erum með skólasmiðjuna, við erum með samstarf við barnavernd, við erum með samstarf við fjölskyldudeild og skóladeild. Einnig höfum við samstarf við búsetudeild félagsstarf fatlaðra unglinga. Framkvæmdadeildin sér sumarstörfin en við fræðum þar. Ég vona ég hafi náð að svara sem flestu. Bara takk fyrir mig. Sigurður Magni Sigurðsson, sitjandi formaður, hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá segjum við þessum lið lokið.